dekrið. En við ætlum núna að fá að heyra orð Guðs og ég hlakka til að heyra það sem að Bjarki, það sem að Guð hefur lagt á hjarta Bjarka Klásen vina. Þetta er vinur okkar, kemur stundin til okkur og hefur komið einu sinni á þig að tvisar á þér. Einu sinni hingað. Við ætlum að rísa upp aftur og við ætlum að biðja fyrir honum. Ekki veitir af þegar við erum að fara að tala orð Guðs, að fá smá kraft. Drottinn, ég biðjum að blessa orð þitt og hjörtum okkar hér í dag. Ég þakka þér fyrir að það er lifandi og kröftugt og ég biðjum að blessa hann Bjarka þegar hann talar, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfasta þjóna þína sem eru tilbúnir að koma, Drottinn, og uppörfa söfnuðinn, Drottinn minn, og ég biðjum að gefa honum orð að mæla hér í kvöld. Í Jesú heila nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Amen, gaman að vera hérna með ykkur í dag. Gaman að sjá hérna, við erum að breyta kirkjunni helling síðan ég kom síðast. Við erum alltaf að breyta, breytingar í Guðsríkinu. Það er slega gaman. Mér langaði aðeins að deila hjarta mínu með ykkur í kvöld og svona ég sem ég trú að bara Jesús ég að segja. Það er svo búslega gaman að labba með Jesú, en það er alltaf eitthvað nýtt. Mörg okkar eru búin að vera í kirkju í 20-30 ár og lesa þessa bók spjaldan á milli og heyra 1000 predikanir og það er samt alltaf eitthvað nýtt. Og það er svo gaman að taka þátt í því sem að Guð er að gera. Mér dreymir oft einhverja drauma og ég fæ að tala til fólks og svona og stundum þá gefur Guð mér eitthvað drauma og ég veit ekki hvenær ég hitti viðkomandi persónu eða það er oft svona leit fyrir mig að finna fólki sem að Guð gefur mér orð til. Þannig að mér dreymdi draum í vikunni og það var eitthvað sem á upphafsstafina S og Þ. Kannast eitthvað við það hérna? Hvað segirðu? Mammaðin byrjar á Þ. Það kemur þá seinna, en ég ætla samt að deila með ykkur þessu sem ég dreymdi, en þess að mér ástu svolítið bara að tala til mín líka. Ég sá svona hraðbraut og það var smá snjór á veginum og bílar að keyra á fullu og í draumnum þá zooma ég inn á svona pening á götunni og ég sé pening og það stendur á honum S-þ. Svo byrja Guð að tala til mig fyrir viðkomandi einstaklinga og ég held að þetta sé kona sem ég ætla að hitta einhvern tímann en allt í lagi. Og svo byrja hann að tala bara svona auðkenni hennar og hvernig það sem hún sé búin að gangi í gegnum, það er búin að keyra yfir peningin, hann er drullugur, hann er búin að skoppa á götunni. Og Guð vildi bara tala og segja, veistu, það er sama hversu oft er keyrt yfir peningin, það er sama hvernig hann kastast til. Auðkenni okkar breytist ekki og við erum alltaf jafn verðmæt fram fyrir Guði. Þetta er bara svona talar Guð til okkar. Og veitu, það er svo spennandi að bara, mér finnst Guð verið að segja við ykkur öll hérna í þessari kirkju. Og þið veitir að ég er búin að vera að biðja fyrir í mánuð að ég veit alltaf áður en ég á að fara að tala ykkur staðar. En bara að heyra í Guði. Þegar ég eftir að fá gegnumbroti því að heyra í Guði. Og ég er bara núna þessari samkomu, þá ætla ég að biðja ykkur að vera í eftirvæntingu eftir að Guð tali til ykkar. Ekki bara það sem ég er að tala, heldur að þið heyri það sem þið sitjið. Bara svona röddu Guðs og svona frið Guðs tala til ykkar. Þannig er alltaf eitthvað uppur okkur og hvetja okkur. En ég ætla að fara í orðið. Ég ætla að byrja í Lúkasarguðspjalli í 24. kafla. Það er sagan tvo menn sem tvo lærisveina sem voru að labba á veginum sem heitir frá Jerúsalem til Emmaus. Og þeir voru að tala allt það sem var búið að gerast í Ísrael og Jesú var náttúrulega dáinn héldu þeir og það var svona uppgjöf í þeim og þeir voru þreyttir en svo kemur Jesú bara að byrja að labba með þeim. Og hann segir augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og þeir námu stað, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, þeir námu stað að daprir bragði. Og annar þeirra Kleófas nafni sagði við hann, þú veist just eini aðkomumaðurinn í Jerúsalem sem veist ekki hvað er búið að vera í gangi. Þetta er eins og bara fyndin saga, sko. Svo svarar neðan,
Þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður og máttur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð, hvernig æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann. Við vonuðum að hann væri sá sem leysamyndar Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við, og þá var konur nokkrar og hópi voru gjört ás forviða. Þær fóru til árta til grafverðnar en fundu ekki líkama hans og komu að. Þetta sögðust þær hafa séð engla í sín og sögðu hann lifa. Magnað. Svo heldur hann áfram að labba með þeim og opinbera fyrir það ritningar og byrjar á Móse og öllum spámönnum og útlæði fyrir þeim sem að hann útlæði fyrir þeim það sem er hann í öllum ritningunum. Veit ég að það er svo gaman að labba með Jesú. Þetta er göngutúr ársins bara, göngutúr aldarinnar. Og svo, Jesús er svo góður að þeim finnst svo gaman að hlusta á hann að þeir biðja hann að vera lengur og stoppa í mat líka. Er eitthvað til að bjóða Guði í mat líka? Svo brýtur hann brauðið með þeim og borðaði með þeim og þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann en þá hvarf hann þeim sjónum. Svo segir þessi æðislegu setningu brann ekki hjarta í ykkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur ritningunum. Brann ekki hjarta í okkur. Þegar við erum að lesa þetta og heyrum Guð, þegar það brennur hjarta í ykkur. Það er ástæðan fyrir að ég stendi hérna með ykkur í dag, því ég fengi að upplifa þetta. Hann hefur snert mig svo djúpt. Svo flott vers í Pétursbréfinu sem segir, gjörið köllunni þær útálningu vissa, því ef þið gerir það, muni aldrei hrasa. Þegar við byrjum að hlusta á Jesú og byrjum að hlusta það sem hann er að segja við ykkur, þá hrösum við ekki. Jesús er svo tilbúinn til þess að tala alltaf til hjarta okkar. Það er svo góð vers í orðskviðuna, það segir ráðin í hjarta mannsins er sem djúp vötn og hygginn maður reist þar af. Orðskviðin 25:2. Guð er það heiður að dyljamál en konungar rannsakamál. Opinbera bókin 1:6 segir að við erum konungar og prestar, heilagur líður. Við Guð hefur falið eitthvað inn í hjarta okkar allra. Leyndardóma fyrir okkur til þess að grafa upp. Og það er svo gaman. Það er svo gaman í fjársjónsleit. Kíkja á gjafirnar sem Guð hefur gefið okkur. Finna hann, heyra hann tala til okkur og uppbóra okkur. Við byrjum á því að heyra hann kalla á okkur. Svo byrjum við að heyra hann svona, sem maður segir á enskunni, svona förmos, hvernig segir við á íslensku, svona staðfesta fyrir okkur hver við erum. Og ef við lesum í ritningunni þá er bara alla Guðsmennina, Gídeon og Jósúa og sama hvernig við lesum. Það er alltaf að byrja þessi saga þar sem að menn er að berjast ég er svo veikur, ég er svo lítill, ég get ekki talað. Og þá byrjar Guð að eiga við okkur. Og hvað byrjar hann að segja við okkur? Ég er með þér, hrausta hetja. Þú átt sigurinn með mér. Það fær þig ekkert stoppað. Sama hvað þetta gangi í gegnum, fer ég með þér í gegnum það. Þessi uppbyrjandi orð sem að Guð er alltaf að tala til okkar. Við erum alltaf í einhverjum eltingaleik. Ég ætla að fara aðeins í fyrir Samúelsbók. Muni eftir sögun af Sál og týndu östnunum. Ég ætla aðeins að hoppa hratt yfir þetta. Þetta var sem sagt maður sem hét Kís sem var pabbi Sáls sem átti asna. Og asnarnir týndust. Og hann hafði náttúrulega áhyggjur á östnunum sínum. Þannig að hann sendi son sinn eftir til þess að fara að finna asnana. Og farðu og taktu einn af sveinunum með þér og farðu að leita að asnunum mínum. Og þeir labba á stað og fara að leita, en þegar þeir eru komnir í Súfland þá sagði Sál við svein sinn þannig að var með honum. Nú skulum við snúa við, pabbiðinn getur að fara að áhyggjur á okkur og við skulum bara snúa við. En svo segir
Segir sveinninn og svarar, sjá í borg þessar guðsmaður einn og maðurinn frægur og allt rætið sem hann segir. Nú skulum við fara þangað og má vera að segja við okkur hvað við leiðum við að halda. Aftur að tala að hlusta á Guð, tala til okkar. Ég ætla svo að hoppa hérna aðeins niður í 10. vers. Það sagði Sál við svein sinn, þú rétt að mæla. Komdu, við skulum fara til hans. Síðan fóruðu til borgarinnar þar sem guðsmaðurinn var. Og þegar þeir komin í borgina, þá gekk Samúel út á móti þeim og ætlaði upp á fórnarhæðina. En nú hafði drottinn daginn áður en Sál kom, opinbera Samúel þetta. Og hann sagði, í þessa mund á morgun minni senda til þín mann úr Benjamínslandi og skalt þú smyrja hann til höfuðingi yfir líð minn Ísrael og hann mun frelsa líð minn af hendi Filistína. Því ég sé ánauð líðs míns og kvein hans hefur borist til mín. En Samúel sá Sál, sagði drottinn við hann, þetta maðurinn sem ég sagði við þig, og hann skal drottna yfir líð mínum. Sál gekk þá til Samúels í miðju borgarhliðinu og segir, segðu mér hvað sjáandinn á heima. Hann labba beint í áttina á spámanninum. Guð svo með líf okkar planað og hann hefur svona stefnumót fyrir okkur þar sem við hittum ykkur til þess að peppi okkur stálunni og mæta okkur. En hann svarar bara og segir, ég hann. Það ekki flókið. Gakk á undan mér upp á fórnarhæðinu og þið skulu éta með mér í dag. En á morgun snemma mun ég láta þig fara og fræða þig allt það sem þú berð fyrir brjósti. Heyrið þetta vers? Heyrið þið hvað spámaðurinn segir við Sál? Á enskunni segir hann tomorrow I will tell you everything that is in your heart. Hugsaðu ykkur að eiga svona stefnumót við Guð bara. Það sem við bara löppum og komum á bænastund og setjast niður og veist að í dag eða á morgun þá ætla ég að sýna þér allt sem í hjartaðinu. Þessi saga rosalega sérstök fyrir mig og eins að ég hef átt svo mörg svona, eins og maður segir, Guðsvitjun eða stefnumót eða svona stundir það sem maður kallar gatan counters í rauninni. Það sem að Guð kemur og mætir og byrjar að uppbera mann og tala við mann. Ég get sagt eitthvað smá vitnisburð, ég hef ekki vanur að tala mikið þetta en þegar ég var í skóla og ég gekk í gegnum alveg ofsalega mikið einelti og bara lífið var erfitt. Ég gafst upp á lífinu rosalega mörgum sinnum, ég bara nefndi þess ekki. Fékk bara nóg. Einhvern veginn byrjaði ég að ákalla Guð og lífið mitt var orðið þannig að það var það slemmt ég hætti að tala. Ég bara lokaði munninum af því að ég bara mér fannst bara sárt að tala. En vitið þið hvað Guð gerir? Hann kemur og mætir hann í herbergið mitt og byrjar að tala til mín. Hann kemur og byrjar að segja, ég hef valið þig til þess að tala fyrir mig. Og segir mér að rödd mín muni fara út allan heim fyrir 20 árum. Ég skil alveg ég mig að þegar hann sagði, ég get ekki talað. Hver er ég? Þetta það sem Guð þetta svona sem hann mætir okkur. Hann tekur okkur sem eru brotin og gölluð og hann vil taka þig og nota þig. Hann vil grafa upp fjársjóðuna sem eru í hjartaðinu. Og vitið að það svo magnað að þegar við erum á þeim stað að við getum ekki meira og við vitum að við getum ekki, þá dýrðin öll Guðs. Skulum við halda aðeins áfram hérna. Þegar sá hvernig Sál bregst við og hann segir, ég ekki Benjamíti kominn af einn af hinum minnstu kynkvíslum Ísraels og ætt mín hinn lítilmótlegast af öllum ættum Benjamínskvíslar. Á hverju talar þú svona við mig? Hver heldur þú eiginlega ég sé? Vitið þegar við heyrum rödd Guðs tala til okkar, þá oft finnst okkur eins og sé vel að skjóta yfir hausinn á okkur. Af því þetta eitthvað svo mikið og merkilegt en þú veist, þegar þú heyrir einhverja fáránlega hluti, talaði í trúið þig, þú veist, taktu á móti. Bara já takk, ég get fyrir hans hjálp.
Svo heldur hann áfram og hann byrjar að tala til hjartans eins og vorum að tala áðan. En þeir voru komnir út úr borgina og sagði Samúel við Sál: segðu sveininum að fara á undan okkur, og hann fór á undan. En start þú kyrr svo ég megi flytja þér orð frá Guði. Eitthvað til í svona þjónustu? Ég alltaf til með þér. Og þegar þú heldur áfram þangað, kemur þú á þennan stað Taborek og þá munu 3 menn mæta þér þar sem eru að leiða upp til Guðs í Betel. Einn þeirra ber 3 kið, annar ber 3 brauðhleifa og hinn þriðji ber vínlegil. Og þeir munu heilsa þér og gefa þér 2 brauð. Þú skalt þiggja þau af þeim. Hversu nákvæmt þetta? Svona Guð. Svona við sem erum að hlusta á Guð, við heyrum hann tala svona fáránlega skrýtna hluti. En veitum, það í þessum skrýtnu, ómerkilegu hlutum sem hann staðfestir svo vel fyrir okkur. Ég til staðar í þínu lífi. Ég þinn persónlegi Guð. Til hárinu á höfðinu. Svo kemur hérna eftir. Þegar þú kemur inn í borgina þá munt þú mæta hóp spámanna sem á leið ofan af fórnarhæðinni með hörpur, bumbur, hljóðpípur og gýr undan sér og sjálfur í spámanlegum guðmóði. Þá mun andi drottins koma yfir þig svo að þú munt komast í spámanlegan guðmóð með þeim og þú munt verða annar maður. Sjáðu hvað gerist. Fyrst kemur upp hvatningin, svo kemur hann inn í þetta andrúm og þá verður hann annar maður. Hann finnur sjálfsöryggið, finnur styrkinn koma og smurninguna. Það eitthvað sem gerir svo magna þegar að þessi smurning Guðs, heilagur andi kemur yfir okkur. Það einhvern veginn bara þannig að það stoppar okkur ekkert lengur. Það meira sér að standa inn í púlti og tala eitthvað. Það svo æðislegt. Það snýst svo mikið viðhorf okkar að hlusta á Guði. Einn af lykilatriðunum sem ég byrja að hugsa tilbaka á hverju ég það sem ég í dag. Og ég vil segja, ég gefi ykkur þetta. Ég heyrði orð frá Guði og ég steig á það. Ég heyrði annað orð frá Guði og steig síðan á það líka. Það þarf ekki að vera flókið, það þarf ekki að vera stórt til að byrja með. En þetta snýst þó rosalega mikið að taka lofar Guðs og stíga inn í það. Hversu mörg ykkar hérna inni hafi fengið spádómsorð eða heyrt Guð tala til ykkar? Amen. Æðislegt. Gaman að sjá. En veit að spádómsorð, þau eru svo miklu meira heldur en bara ykkur orð til að setja upp á vegg eða eitthvað. Þau eru, þau eiga að vera líf fyrir okkur. Eitthvað sem við grípum í og höldum bara dauðahaldi í, bara þetta lífið mitt. Þangað ég að fara. Þegar við byrjum að gera það, þá byrjum við að sjá rosalega gegnumbrot. Og við byrjum að sjá fólk í kringum okkur blessast og uppörvast. Við fyrir aðeins í Habakúk. Við munum eftir Jósúa og Kaleb. Þegar Guð talaði til Jósúa og þegar Móses sendi þá í leiðungur. Og þeir fóru að skoða og það fóru hópur held ég man ekki alveg, ég held að það hafi verið 12 sem fóru inn í Kanaanland. Og þeir kom allir tilbaka en Jósúa og Kaleb, þeir sjá sigurinn með þeirra hinni sáu bara stóra risa. Þetta snýst svo mikið hugaferð okkar. Að við sjáum möguleikana og gegnumbrotinn. Og sama hverja kringumstæðurnar okkar eru, það alltaf leið út, það alltaf leið í gegn. Og það alltaf sigur í Guði. Það svo magna við kúltúr. Allt hefur kúltúr, þessi kirkja hefur kúltúr, önnur kirkja hefur öðruvísi kúltúr. Meira að segja við tökum bara lyftu í blokk. Það ákveðin kúltúr í lyftunni.
Við löpum inn í lyftu og ítum á takkan, svo kemur ykkur annar inn í lyftuna, hvað gerum við þá? Hafið þið lesið hérna reglurnar lyftunar? Nei. Við færum okkur frá tökkunum, bökkum tilbaka, svo næstum maður komið staðið ekki. Það allt með svona einhvern veginn kúltúr. Og það svo merkilegt með kúltúr, hvernig kúltúrin getur verið góður og jákvæður og uppörvandi. Svona eins og hann í þessari kirkju, það rosalega jákvæður svona kúltúr hjá ykkur. Ég finn alveg svona, ég mjög næmur andlega og ég finn svona þennan svona eftirvæntingan kúltúr hjá ykkur. Það er rosalega gott að hafa sýn og vita hvert Guð að fara. En ef við erum með kúltúr sem skemmdur, þá förum við ekki neitt. Sigurbjörg getur staðið hérna í púltinu og predika þess að geða ykkur sýn fyrir kirkjuna og hún fer bara hinga og En ef kúltúrið og andrúmið hjá okkur þannig að við grípum utan orðin, við erum tilbúin að hlaupa með þau, þá sjáum við gegnumbrot. En aftur af spátnámsorðunum, því sem Guð tala til ykkar. Habakúk 2 þá segir, ég ætla að nema staðar á varðbergi mínu og ganga út á virkisvegginn og skyggnast til þess að sjá hvað hann tala við mig og hverju hann svarar kvartan minni. Og þá svarar drottinn minn og sagði, skrifaði viturinn upp og letra svo skýrt á spjöldin að lesa mig viðstöðulaust. Því enn hefur viturinn sín ákveðna tíma og hún skundar að takmarkinu og bregst ekki þótt hún drægist. Og vænt hennar því hún mun vissulega framkoma og ekki undan líða. Ef Guð talar eitthvað, þá gerir hann það. Og stundum þá þurfum við bara að koma okkur upp á hæðina sem við sjáum yfir. Það rosalega erfitt að vera alltaf hérna niðri í jörðinni og reyna að skilja eitthvað hvað Guð að gera ef við höfum ekki yfirsýn. Og það ofboðslega erfitt að vera týndur í myrkri. Vitið það, þegar ég var að díla við mig, öll þessi lofar sem Guð talaði til mín, ég þurfti að berjast fyrir þeim. Þau komu ekkert að sjálfum sér. Ég þurfti að fara upp á fjall og biðja og vitið það, eitt skipti þá, það er svo mikið sem Guð talaði til mín og margir hlutir og bara þungir hlutir. Og þetta var bara erfitt. Þegar Guð gefur okkur eitthvað djúpt og mikið, það koma svona smá þyngsli. Ég veit alveg hvað orðið segir að spyrði hann sér létt og allt það. En þegar við göngum inn í, þegar Guð að gefa okkur hluti, þau koma svona á okkur. Og einn daginn þá bara gat ég ekki meir. Ég gat ekki sofið, ég bara, Guð talaði og ég sá ekkert gerast. Það var bara orðið erfitt, það var bara, hvað ertu að meina Guð? Ég bara hættur að sofa og fór klukkan 1 nótt upp á fjall, ég get ekki meir Guð. Þú verður að gera eitthvað. Ég fór upp á fjall, kraup fram fyrir Guð og Guð, ég búin að heyra þig hvað þú ert að segja og bara ég vil stíga út á það, ég bið þig að koma með gegnumbrot. Ég get ekki meir og ég bara gafst upp. Og þá kom Guð. Ég labbaði niður af fjallinu, kom inn í svefnherbergi, kom með skilaboð í símann minn, leiði labbaði inn og lagðist niður. Ding, bænasvar við eina sem ég hafi beðið. Þannig að mér finnst bara Guð vilja segja við ykkur þessa hluti. Hlustið. Hlustið á sem Guð að segja við ykkur. Því að Guð er góður Guð, hann að gefa okkur hluti. Hann skilur okkur ekki eftir hérna í kirkjunni með eitthvað lítið eða verkfæralaus. Það er fullt af gjöfum inni sem að Guð vil nota. En svo Sigurbjörg var að segja að hann alltaf hæfileikarnir og allt sem að Guð hefur í ykkur. Þannig að ég vil svona hvetja ykkur að fara í fjársjóðsleit. Það er fátt sem að gleða mig af mikið eins og að sjá fólk þegar það er svona eins og í essinu sínu. Bara þjóna Guði. Það er svo dýrmætt. Ég á eina vinkonu út í Kanada sem mér finnst svo gaman að tala við. Hún
Hún byrjaði að fylgjast með mér hérna fyrir einhverjum árum síðan. En það svo gaman að allt sem maður kennir henni, hún tekur það bara gera það. Og hún er að segja svo frábæra sögur. Já, ég labbaði út í búð og ég hitti þennan sem mér dreymdi í gær og hérna talaði til hans og hann frelsaðist. Svo dreymdi mig að ég ætti að fara með samloku og gefa þessum hann í þessari búð. Og hún fór að gefa henni samloku og hann frelsaðist. Þetta eru svo rugglaða sögur, vitið það að hvernig væri við bara göngum út í og upplifum svona? Guð er til staðar og Guð vil svo innilega nota okkur og við þurfum ekki að standa í einhverju púlt og predika. Við getum tekið þessa litla hluti eins og bara fara að gefa ykkur samloku. Bara heyrðu, Guð sagði mér að gefa þér samloku. Hvað meinar þau? Þannig að ég vil hvetja ykkur, stundum væntum við þess þegar við erum að reyna að læra að hlusta á Guð að við búumst við alltaf flóknum hlutum. Það getur verið svo einfalt eins og að bara hringi í vin. Hvernig hefur það í dag? Og Guð leggur okkur alls konar hluti á hjarta til þess að uppbera fólki kringum okkur. Ég er með svolítið stórt ministri á netinu og það byrjaði þannig. Ég var svona eitthvað að biðja og datt í hug hvað ég ætti að gera og eitthvað. Allt í einu poppaði upp, heyrðu, ég veit að svona pastorar er alltaf í vandræðum. Þannig að ég byrjaði að grafa upp pastorar um allan heim á hérna netinu og svo byrjaði ég bara að biðja fyrir þeim og senda þeim skilaboð. Og ég fekk oftar en ekki bara svör tilbaka, heyrðu, vá, þetta þjónaði svo inn í líf mitt maður. Bara því ég tók mér 10 mínútur eða eitthvað og skrifaði ykkur skilaboð á Facebook. Þarf ekki að vera flókið að þjóna Guði. Amen. Þannig að ég bið fyrir ykkur í dag. Ég bið þess að Drottinn bara þjóni til ykkar og ég bið þess að hann opni augu okkar og eyru okkar til þess að skynja og heyra hvað hann er að tala til okkar. Og ég bið þig að gefa okkur svona greiningu þegar hann er að tala til okkar einfalda hluti og skref til þess að stíga út á. Og ég bið þig bara að vera svona í eftirvæntingu og við séum virkilega uppörfuð og svona tilbúin í hvatningu til þess að taka á móti því sem okkur vil uppur orku með. Og verið vakandi fyrir fólkinni í kringum ykkur. Ég er komið með nýtt mission núna. Ég sæki alla svona sjálfshjálpar og suicide grúppur á Facebook og allt saman. Það vistu að Akurinn er hvítur til uppskýru. Bara sækjum fólki, förum að elskum fólki í kringum okkur. Amen. Þannig bara blessa ég ykkur og ég er bara hlakka til að heyra sögur. Hvort sem það séu samlokur eða hvað. Samlokusögur. Guð bless ykkur og bara takk fyrir að fá að tala til ykkur í dag. Og ef þið viljið þá get ég alveg verið einna og við getum beðið saman ef þið viljið. En bara takk fyrir. Takk Jesús. Yndislega bróðir. Guð hefur gefið honum, og ég bara segja nokkur ár hérna, Guð hefur gefið honum alveg ótrúlega svona mikla spádómsgjöf. Og hann sendi mér einmitt póst. Mjög erfið tímabil í mínu lífi og það varðaði Jóhanni systur mína og þarna var eins og þið kannski munið eftir að það fór við í gegnum svona hörmungar vægast sagt og hann talaði inn í það einhverja hluti sem að ég hafði bara enga veginn séð fyrir að gætu nokkri sinni átt sér stað og það gerðist eitthvað. Ég náttúrulega fór að dreyma einmitt strax í kjölfarið og hann sendi þetta og ég ætla bara að benda ykkur á þetta og það er svo mikilvægt líka að gera það sem að Guð hefur lagt manni á hjarta og þetta hafði afdrifarík áhrif á mitt hjarta það sem hann sendi mér og ég hugsa að hafi ekki liðið nema einhverju mánuðir, kannski 1 ár þar sem var komin algjör lækning inn í aðstæður hjá mér og Jóhannu og hvað ég Guði þakklátt fyrir það hefur aukið lífsgæði mín alveg stórkostlega. En máli er þetta, vinir, Guð er alltaf að tala. Guð vill að við séum að tala í opinberunarbókinni að kærleikurinn á síðustu tímum þá mun kærleikurinn kólna. Ekki hjá kirkjunar fólki. Það er svo mikilvægt að við kyndum undir kærleikann.
að fólk skipta okkur máli. Og ég finna stundum eftir sundarsáttum þá ég í algjörum eldi, þá byrja ég að senda fullt af fólki skilaboð á Facebook eða eitthvað slíkt. Við þurfum að vera allan daginn þannig. Hendur Guðs og fætur. Bara hvernig get ég aðstoða þig? Hvernig get ég blessa líf þitt? Og ég svo þakklátt fyrir fólk sem tilbúið að láta ljós Guð skína eins og hann gerði þarna. Bjarki og ég þekkjumst bara eiginlega ekki neitt. Ég held við 3-4 sinnum hist eða eitthvað, veist. En þarna var hann trúfastur einstaklingur á þessum tíma og ákvað bara, veistu, að hann bara fann að hann átti að þjónin í líf mitt og hann gerði það. Og það hafði afdrifarík áhrif á líf mitt og mikil blessun kom í kjölfarið. Og ég bara hugsa til Jóhanni systur núna, hún er í einhverju svaka skemmtiferðarsiglingu, núna nýtir lífsins. En hér stendur hún ásamt mér og lofar Guð að hver einasta sunnudegi. Og svona er Guð trúfastur. Og ef það eru brotin samskipti eða eitthvað í þínu lífi sem að þú þarft lausn inn í, það langar mig bara til að biðja að rísa á fætur. Ef einhver þarf eitthvað frá Guði hvað þetta varðar, rísa á fætur. Því ég trúi því að Guð vilji mæta hér í dag. Og mér langar til þess að biðja Bjarka minn að biðja fyrir okkur. Þeir sem að þurfa að halda. Mér langar bara til þess að hvetja, ef að þú ert hér, upplifð þetta, komdu fram. Fáðu fyrirbæn. Við erum hér samankomin í Jesú nafni og við ætlum bara að fá frá Guði það sem hann vil gefa okkur hér í dag. Komið þið fram ef þið viljið lausnin í þessar aðstæður. Komið bara fram.